Gísli Tryggvason, þú ert næstur. Já, formaður, góðu félagar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að gera grein fyrir afstöðu minni til örfára atriða. Í fyrsta lagi 18. greinin, mér líst nú ágætlega á hugmynd Erlings að sameina 17/18. En ég held að það sé rétt að bæta við eins og við gerum hérna tillögu að stjórnarskrá sé eitthvað sem að þingmenn eiga að vera bundnir við og heita hollustu við. Og það tengist kannski þeirri hugmynd sem hér hefur aðeins verið rædd að stjórnlaga þing sem verði kosið á einhver áratuga fresti breyti framvegi stjórnarskráni. Það er sérst auðveldara að krefja þingmann hollustu við stjórnarskrá ef hann á ekki sjálfur að geta átt frumkvæði að ég breyta henni. Varðandi niðurlagið sem að Ómar minntist á og Erlingur andmælti og fleiri hafa tjáð sig þá tel ég það nauðsynlegt að það komi fram að þingmenn séu á endanum bundin við sannfæringu sína en ekki flokkshollustu. Vegna þess að ef að þetta verður sett inn beint eða óbeint að þingmenn eigi helst að segja af sér ef þeir lenda á kanti í flokkin eða flokkurinn fer af þeirri braut sem þeir telja rétta, að þá aukum við flokksræði og flesta tillögur okkar ganga nú í hina áttina. Ég held að menn þurfi ekki að hafa áhyggjur af því í 19. grein að menn fari að meiðir það frekar þeir hafa gert mjög úr ræðustól Alþingis. Ég bendi á að í niðurlaginu felst að Alþingi getur alltaf aflétt þessari friðhelgi, þannig að ég held að Erlingur og aðrir þurfi ekki að vera hræddir að menn misnoti þessa friðhelgi. Mér finnst þetta nú ágætis ábending frá Kötu varðandi 23. greina. Það verður auðvitað að vera hægt að koma þingforseta sem að ekki er á réttri braut, koma honum frá og það vantar kannski einhverja reglu vantraust á svona valdamikinn þingforseta. Síðan langar mig aðeins að fjalla 27. greina. Ég tek undir með Þórildi þetta ákvæði sem hún vakti athygli á og samdi nú í skýringum. Ég held að það sé ágætis málamilun að það sé fjallað fleiri ráðherra en einn og sama ráðherraembætti í 8 ár samfleytt en 12 ár samtals í ráðherrastóli yfirleitt. Já, síðan nú bara, ég taki bara til máls á eftir það sem við ræðum stjórnarmyndun og vantraust. Takk.